Já, komið sæl og blessuð. Við vitum það að ráðherrar á Íslandi hafa ansi mikil völd miðað við í nágrannalöndunum og stuðningur ráðherra við alls konar málefni, hreyfingar, hitt og þetta, hann getur skipt sköpum og skipt miklu máli frá einu kjörtímabils til annars. Þannig að fjölmargir Íslendingar eru sérlega spenntir þegar koma kosningar og fylgja spenntir með úrslitum hvaða ráðherrar halda velli, hvaða ríkisstjórnir halda velli, hvaða ráðherrar detta út og svo framvegis. Við vitum jú nú að Lilja Alfreðsdóttir sem hefur nú verið einn sá ráðherra Framsóknarflokksins sem til dæmis listamenn voru mjög ánægðir með og allavega hluti íþróttamanna, hún dottin að þingi og hvað skildi það þýða fyrir til dæmis hugaríþrótt eins og bridge? Við ætlum að ræða það og fleiri atriði sem tengjast þessu magnaða spili. Hingað kominn Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Bridge Sambands Íslands. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Mun það að einhverju leyti hafa áhrif á Bridge Samband Íslands og Bridge hreyfinguna hér á landi sem hefur verið ansi öflug og sterk undanfarið? Mun það hafa einhverju leyti áhrif á ykkar framgang? Hvers konar manngerð velst til þess að vera yfir menningarmálunum og íþróttamálunum og undir það fellur Bridgein? Já, sko, það getur alveg gert það. Það náttúrulega það þannig að það skiptir máli hvað áherslur eru og það áherslur sem kannski hafa verið á undanförnu, þessi uppbygging varðandi æskulýðsmál og íþróttamál sko náttúrulega hafa verið jákvæð og vonandi heldur svo áhersla áfram svoleiðis að við vonum það allavega þess að við til dæmis sáum það þegar var verið að breyta skákfrumvarpinu núna í vetur, þá var verið að leggja niður stórmeistarasjóð og verið færa það yfir í svona afrekssjóð. Þá sá maður að það var allsherjar- og menntamálanefnd þegar þau voru að afgreiða mál á nefndinni og þá var sérstaklega tekið fram að hvatt þess að fara í sambærilega vinnu við Bridge og það stóðu allir að mér sýndist að þeirri áherslu svoleiðis að ég vonast til að þetta sé svona þverpólitískt mál sko að fólk vilji standa með Bridge og svona, maður upplifir það allavega að það sé flestir ánægðir með það sem við höfum verið að gera. Já, það kannski ekki víst að áhorfendur og hlustendur átti sig á því en sem sagt það má stilla þessum tveimur íþróttum upp hlið við hlið, skákinni og Bridge-spilinu vegna þess að Bridge-spilið, það er eiginlega engin takmörk fyrir því hvað þú getur lagt stund á það með vísindalegum hætti. Já, það er algjörlega þannig sko og Bridge svona dálítið svona íþrótt sem þú getur ráðið dálítið hvað þú fer djúpt í það. Já. Þú getur, flestir fara svona kannski ekkit svakalega djúpt í þetta en síðan náttúrulega getur þú gert þetta svona farið dýpra og þá náttúrulega reynur meira á hugan og allt þetta svoleiðis að þetta svona dálítið breytt svið sko fyrir hvað fólk þetta henta fyrir hvaða fólk. Já, sumir halda sko að þeir geti borið Bridge saman við bara gosa eða kana eða eitthvað svoleiðis en það ræður heppnin, ég veit ekki hvað að segja 70-80% en í Bridge-spilinu ræður heppni í stóru móti að jafnaði afskaplega litlu ef nokkru. Já, sko, hins vegar það þannig að þú kannaði vist þá náttúrulega ertu komin með grunn. Já. Og sko Bridge að mörguleiti ekkit mikið flóknara í grunninn heldur en þessi spil. Nei, ekki grunninn. Nei, svo getur þú bara stíð upp og ákveðið að taka meira og meira inn og þú ætlar að fara í keppnisbridge og lærir meira og meira en svona grunninn bara til að spila hafa gaman þetta ekkert svo flókið. Nei. En þetta mjög mikil starffræði og talning, þú mastera líkindafræðina ef þú leggur mikið á þig og svo þetta félagsband að þú ert að ná góðu samband við makkarinn og það miklu töfrar í spilinu og hægt að taka það óendanlega langt nánast. Hvernig stóð Lilja sig sem ráðherra Bridge-mála á Íslandi? Já, sko, það var nú eiginlega meira Ásmundur sem var ráðherra Bridge-mála. Og hann líka úti. Nei. Hann úti, já. Þau eru bæði úti. Þau eru bæði úti, svoleiðis að hann stóð sig ágætlega, og það var svona margt í farvatninu og
svoleiðis að maður svona vona nýr ráðherra haldi þeirri vinnu áfram, svoleiðis að það það sem við erum að horfa til sko, að þeir eru til dæmis eins og vinnu varðandi afreiksmálin og fleira, svoleiðis að við vonumst til þess. Man ekki líka rétt, Matthías, að það hafi verið einhver hugmynd að bæði bridge-hreyfingin og skákhreyfingin fengju inni í þjóðarhöll? Jú, sko, það þannig að það mjög gott samstarf milli bridge-hreyfingarinnar og skákhreyfingarinnar og við höfum séð það að við gætum alveg verið í sama húsnæði og þess vegna lýstu við þessum áhuga að vera í þjóðarhöll og það var tekið vel í þessar hugmyndir af stjórnvöldum en ég held að þjóðarhöll hafi kannski verið komin of langt til þess að það væri raunhæfur möguleiki en það ýmislegt annað sem gæti þá verið í farvatninu, til dæmis uppbygging á Laugardalsvelli eða eitthvað slíkt sko, þar var hægt að vera með sæma fyrir sér sko að það væri svona hæð sem við gætum verið með saman, skákhreyfingin og bridge-hreyfingin en það væri alveg ákaflega sterkt ef við gætum verið saman og samnýtt í raun og okkar krafta. Já, og það eðlilegt að taka þessa umræðu núna því það rosa sprengja, eiginlega held ég líka í skákinni. Ég hef hlustað á þig tala að það sé mikil uppgangur í bridge-spilinu, ekki síst margar konur sem hafa verið að hasla sér völl þar og fullt öll námskeið. En manni sýnist líka alveg sprúðlandi líflegt í skákinni. Hvað ætli skýri svona uppgang hugaríþrótta núna hér innanlands? Sko, það kannski erfitt að segja eins og þegar kemur að bridge-hreyfinguna held ég hafi margt spilað inn í ég held að bridge náttúrulega ákaflega sko, þetta skemmtilegt spil og síðan gerist það að fara að fjölga á námskeiðunum og fólk fyrir að láta vita í kringum sig og svo náttúrulega þegar fólk fyrir að mæta á þessu mót og sér þetta svona bara meira gaman heldur en það átti vona og þetta svona meira félagslegt svoleiðis að ég held að ástæðan fyrir þessum uppgangi í bridge-inum sé kannski fyrst og fremst svo og við sjáum líka til dæmis hvar uppgangurinn hefur verið mestur, til dæmis við sjáum í þessum á þessum námskeiðum sem bara, ég held að sé búið að vera uppselt okkur 15-20 námskeið í röð. Það ótrúlegt. Með við það fyrir nokkrum árum þá var ekkert alltaf mikil stemning fyrir þessu námskeið. Nei, en síðan hefur það alveg gjörbreyst og við sjáum það til dæmis að eins og þú nefndir áðan að meirihluti af þeim sem að læra eru konur og allt upp í 70% á sumum námskeiðum. Og við höfum séð líka að það alltaf yngri hópar sem eru að koma inn. Þess að við höfum líka séð að það alveg sprengja hjá elstu hópunum. Og það þannig að það spilað alla daga. Ykkur staðar eldri borgara bridge á höfuðborgarsvæðinu. Ég tók saman í lok september og það var bara ótrúlegu fjöldi af eldri borgurum sem voru að spila yfir daginn. Bara í morgun var formaður félag sem korpólvar sem eru með Grafvog og þar að mæta hátt í 100 manns tvisvar í viku að spila bridge og það helsta vandamálið að aðstæðan öll sprungin og svo hefur verið að spila tvisvar í viku niður í bridge-sambandi á daginn og það spilað tvisvar í viku í Kópavogi, tvisvar í viku í Garðabæ, tvisvar í viku í Hafnarfirði, það spilað Akureyri, út út. Svo við sjáum það að vera mikil aukning þarna á daginn og það fólk segir við mig sem að spila. Þetta sé svo bara mikilvægt, þetta bæði náttúrulega félagslegt og svo þetta líka svo mikið lýðheilsa. Þannig fólk að koma eins og þú nefndir áðan svona að láta reyna þess á hugan og þetta bara svo mikilvægt eins og til dæmis fyrir eldri borgara þannig að koma þær og fá sinn svona félagslega grunn og tengingu og síðan þeir aðeins að reyna á hugan líka svoleiðis að þarna hefur maður séð sprengingu líka. Sko það má ekki segja að sumir gera jafnvel aðeins meira en að reyna aðeins á hugan í spilinu og ekki til einhverjar rannsóknir sem bara sýna það að eldri borgarar þeir viðhalda sínum vitsmunum, sinni greind betur með því að láta reyna á heilan í spilinu. Jú, við höfum séð það og við höfum séð líka
til dæmis eins og rannsóknir sem sýna fram á að ungmenni sem læra bridge eru svona almennt að styrkja sig í raungreinum. Svoleiðis að það að spila bridge er að styrkja þig. Þetta er win-win fyrir báða enda, bæði unga fólki og hérna eldri. Algjörlega. Og allir sem eru þar á milli náttúrulega. Algjörlega. En að því þú nefndir unga fólki þá þar hefur líka orðið heilmikil breyting og bylting að nú eru framhaldsskólar að bjóða nemendum upp á bridge námskeið sem metin eru til eininga. Já, við höfum verið í samstarfi við marga framhaldsskóla og það er verið að bjóða upp á kennslu sem er metin til 3 og 5 eininga, valfag, og það við höfum verið í samstarfi við ykkur 10-14 skóla með þetta og svo eru sumir skólar sem hafa verið svona með það marga, þeir hafa bara verið að kenna sjálfur og við höfum kannski verið að styrkja þá skóla með því að leggja til kennslu efni og jafnvel aðstofakennara, en svo höfum við verið að kenna miðlægt, verið svona safna saman í raun og veru frá þeim skólum það sem kannski er ekki nóg margir til þess að halda út í kennslu í skólanum sjálfum. Eins og við erum kannski að sjá að sé að koma 3-4 nemendur úr Fjölbraut Breiðholti, kannski 1-2 úr tækniskólanum og svo framvegis. Og þetta hefur verið mjög skemmtilegt, þarna hefur verið að hittast krakkar og ólíkum skólum og spila saman og þetta hefur gengið vel, og það sem hefur kannski komið líka skemmtilega óvart er það að mjög hátt hlutfall af þeim krökkum sem hafa verið að koma er ekki í öðru skipulögðu tómstundastarfi, ekki íþróttum, ekki æskulistarfi, svoleiðis að það hefur verið mjög athyglisvert að sjá svona kannski krakkana vera að finna sig þarna sem hafa ekki verið að finna sig annars staðar. Já, í lýðheilsulegu tilliti þá má ætla að það sé mikilvægt að við öll fittum einhvers staðar inn. Það er algjörlega þannig og þarna kannski er fólk og krakkar að finna sig sem er ekki að finna sig í svona hardcore keppnisíþróttum kannski inn á fótboltavelli eða eitthvað slíkt. Svo bara, það verður nú bara að segjast að eitt af fallegasta sem ég hef heyrt og gaf mér nú bara einhverja svona nýja von framtíð mannkynsins var þegar ég heyrði að hvort það væri fyrir að hitti fyrir að nemendur í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ hefðu verið að spila við eldri borgara á einhverju elliheimili, að hefðu hönd í hönd hefðu spilað og mæst í leik 16-17 ára krakkar og nýræð gamalmenni og gamalmennin höfðu betur vissi einhverju viðreik. Já, það er þannig til dæmis eins og í Mosfellsbæ þá hafa þeir verið að halda úti bridge áfanga í skólunum og þar hefur að verið þannig að eldri borgarar hafa verið með spilaklúbb og það hefur þarna komið fyrir að krakkarnir hafa skorað á eldri borgarana og menn hafa farið í keppni og það hafa bæði eldri borgararnir og krakkarnir hafa haft alveg ákaflega gaman að þessu og ég heyri það til dæmis með eldri borgararna, þau spurja alltaf hvort það sé ekki að fara að líða næsta móti svona, það er mjög gaman að þessu. Þetta er svo flott Sú umræða var til dæmis núna fyrir kosningarnar, hún var víða tekin mikilvægi þess að kynslóðirnar töluðu meira saman. Þannig að þetta er náttúrulega alveg frábært að það geti kannski verið 70, jafnvel 80 ára aldursmunur á milli iðkenda í því að stunda sömu hugaríþróttir. Og það er líka þannig það sem eru séð með bridge að fólk kannski sem hefur ekki verið að finna sér félagslega svona almennt og er kannski ekki mikið að sækja í að vera í félagslegum samskiptum hefur verið að finna sér þarna vegna þess að það eru svona ákveðna leikreglur sem þú kemur inn í og auðveldar samskipti svo mikið svoleiðis að þarna hefur fólk verið að finna sig félagslega með í kringum þessu umgjörð og það hefur gefið mörgum mikið og gott. Og þarna getur sá orðið flottastur sem alla jafna lætur ekki mikið fara fyrir sér en býr yfir einhverju náðargáfu, rökkrænni náðargáfu, að muna hluti, fílsminni sem þarna kemur við sögu. Og margt ótrúlegt og kannski líka bara með áhugasvið maður sér það svona kannski eins og við nefnum til dæmis með sem ungmenni sem hafa kannski ekki verið að finna sig svo dettur hann eitthvað á borði hjá þeim sem þeim finnst þetta bara búið gaman og þá bara geta þið farið í einhverja alveg svakalegar greiningar og hugsanir og bara varandi svona einhverja litla hluti sem þú bara geta tekið kannski heilan dag í að spá í en þannig bara því að þetta er dottinn á sviðið þeirra.
að segja stutt að söga sjálfum mér. Ég var formaður Briddsfélags menntaskólans á Akureyri þegar ég var þar í námi og ég var fann að spila svo mikið undir lokin af því mér var þetta svo skemmtilegt að kærasta mín, hún stofnaði annað félag. Mitt félag hét Brima, Briddsfélag menntaskólans á Akureyri og ég semst formaður þess, en hún stofnaði félagið Bridds Oi Emma sem var Bridds Oi félag menntaskólans á Akureyri. Mér datt þetta í hug núna, ég var að segja þetta. Deila þessu með þér, ég hef sjálfur spilað Bridds náttúrulega mjög lengi og elska þetta spil. En það vakti líka athygli mína hér daginn þegar ég heyrði af því að sko til að ýta við unga fólkið og áhuga þess, þeirra sem hafa ákveðið að læra spilið, þá eru þið farin að bjóða unga fólki upp á það er engin keppnisgjöld í tiltekna klúbba ef krakkarnir vilja koma og keppa. Já sko, það er þannig að við tókum þá ákvörðun að það er öll námskeið, það er öll námsgögn, öll keppnisgjöld og það er allt frítt fyrir undir 20. Já. Og það er alveg sama hvað það er sko, það er hvort það er keppnisgjald eða eitthvað annað. Vel gert. Svoleiðis að það er frítt fyrir alla og þarna sjáum við líka sko að því við sáum í raun og veru ákveðin styrk í jaðarsettum hópum að eins og ég nefndi áðan, fólk að finna sig í Bridds og þessi krakkar að finna sig í Bridds sem finna sig ekki í öðru svoleiðis og það er þannig að svona æskulís og íþróttamálið getur verið mjög dýrt. Það er mjög dýrt sko að vera kannski með mörg börn í íþróttum. Svoleiðis að þarna sjáum við raun og veru tækifæri til þess að geta boðið upp á þetta, ef fólk væri að finna sig þarna þá er það algjörlega gjaldfrjálst. Já, ég var alveg sáttur við það ef handboltarhreyfingin myndi koma svona móts við það barna minna sem er í handboltanum. Já. Þetta er til fyrirmyndar og náttúrulega jafnaðar tæki. En sko, við myndumst aðeins á konurnar áðan. Það rifjar það upp fyrir mér sem eru svona hægt og sígandi að hasla sér aukin völl í þessari íþrótt. Það minnir mig á nokkra konur sem ég ræddi við, voru þátttakendur í námskeiði, hvort það var í vor eða sumar og þær sögðust hafa farið á námskeið, ekki bara út af Briddsspilinu heldur vegna þess að einhver kynsistir þeirra hafi sagt þeim sem hafi lært Bridds að það hjálpaði henni að taka ákvarðanir að læra Bridds. Já. Og við vitum náttúrulega sem að við karlpungar við höfum haldið konu niðri, það er ekki ennþá komið kynjajafnrétti og það er örugglega reynsluheimur kvenna að taka ákvörðun, hann er örugglega öðruvísi heldur en þinn og minn og mér fannst þetta líka svolítið góð rök fyrir því að læra Bridds. Já, ég held að Bridds hendi ákvæðlega vel að mörgu leyti, einmitt sko varðandi ákvörðunartöku, varðandi hugsun og greina í raun og veru sko hvað vandamálið er, hvar tækifærið er og svo framvegis. Traustið? Já, hvað traustið? Akkurat sko. Þú þetta er raun og veru sko, makkariðin er að segja með sögnum hvað hann er með. Og vörnin náttúrulega? Já, vörnin sko. Það er svo leysa algjörlega. Það er margt sem spilar hann inn í. Já, þetta er alveg magnað. En nú er jólaháttíðin framundan, Matthías. Og það segir í vísinu góðu kertóspil sko þegar svo ég rifja nú aftur upp mína bernsku þegar ég kom heim úr hvað sem það var framhaldsskóli eða háskóli þá var maður að spila eiginlega bara öll jólin, maður sneri sólarhringnum við og svona heldur að sé ekki á ansi mörgum heimilum núna jólin sem að ríkinu verður blásið af spilastokknum og Íslendingar muni sameinast í spilamennsku. Jú, ég held þetta sé mikil hefð á mörgum heimilum. Já. Og maður sé líka sko, það eru jólamót til dæmis í Bridds. Já. Það er jólamót á Akureyri, það er jólamót í Hafnarfirði og það hefur verið á Akranesi, það hefur verið í Reykjavík og fyrir austan og svoleiðis að það eru mörg jólamót og maður tekur eftir því að áhuginn á þessum jólamótum er mjög mikil. Já. Og maður hefur séð það sko, til dæmis eins og jólamótunum sem eru í Reykjavík og Hafnarfirði, það er bara röselt, það bara komast ekki fleiri í húsið. Svoleiðis að fólk tengir hátíðin alveg klárlega við spilamennsku. Já, jólin eru eitthvað að einhverju leyti svo mikil spilastund. Algjörlega, þetta er svona samveru stund, fjölskyldu og vina. Ég ólst samt upp við hinn hörðu gildi, foreldra minna, að það var bannað að spila á
Ég held hreinlega að það hafi bæði verið bannað að spila á aðfangadag og jóladag. Já. Að það hafi bara losnað það á annan í jólum. Já, ég held að þetta sé ansi breytt í dag. Það sé bara að spila meira mun alla daga. Já, einmitt. En þetta svona segir sitt hvað jólin hafa verið fyrir okkur Íslendinga í seinni tíð. Alveg klárlega. Já. Og bryddspilið kemur þar inn náttúrulega eins og sterkt félagslega í þessari samverustund fjölskyldunar og fjölskyldu og vina En ef við líka svo á svipuðu nótum og við hófum leikinn Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Bryddsambands Íslands, ertu svolítið spenntur að sjá hvaða ríkisstjórn kemur upp og svona hvaða áherslur þeirra á þeirra hafa sem að hafa mestum framgang til dæmis hugar íþrótt að segja? Já, alveg klálega. Maður fylgist með hverju séu líklegastir og svoleiðis að maður fylgist spenntur með. Já, og svo það náttúrulega þitt verkefni eins og allra annara framkvæmdastjóra hreyfinga að það að lobbyast. Já, ég meina það bara leið og það liggur fyrir hver fer inn í ráðuneytið. Það náttúrulega óskar maður eftir að fá að koma og kynna hvað við erum búin að vera að gera og við erum verið að gera ansi góða hluti að við teljum svoleiðis að við viljum gjarnan fá að kynna það. Ég tek undir það og ekki má íþróttarlífið hér innanlands bara snúast boltaíþróttir þótt sumir kvartinu yfir því að þær séu frekar til fjörsins. Já, kannski líka ekki bara það heldur, það má ekki bara snúast með svona hardcore afrek sem maður stundum séð að það hefur verið of mikill fókus á að búa til landsliðsmannin eða atvinnumannin eða eitthvað svoleiðis. Já. Ekki meiri svona mikilvægar að sé fókus á að sem flestum líði vel og sem flestir finni sig, sem flestir fái þjálfun við sitt hæfi og styrki sig þar að leiðandi félagslega og kannski efli viðkomandi til framtíðar. Einhvern veginn finnst mér það meira afrek heldur en að búa til einn landsliðsmann eða einn atvinnumann. Gott viður. Segir Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Bryddsambands Íslands. Við þökkum honum kærlega fyrir komuna og vonum að áhorfendur og hlustendur hafi haft gaman að þessum þætti. Rauðaborðinu sem nú lokið, þetta kyrra þriðjudagskvöld. Við förum hér aftur í loftið klukkan 8 á morgun, það að segja annað kvöld, og við minnum á það að við varum hér ekki í loftinu án ykkar stuðnings. Það einfalt mál að styrkja okkur með því að fara inn á vefinn samstöðin.is og það hnappur sem ástendur áskrift og ef þið látið 2500 krónur rakna til okkar þá getur það haft allt að segja það hvort þessi vinsæli fjölmiðill starfar áfram og hve mikil og góð dagskrá okkar verður. Þegar best lætur þá eru hér 40 til 50.000 hlustendur og áhorfendur að okkar efni og mikið þakklæti sem við finnum oft og við erum ykkur áhorfendum mjög þakklátt fyrir ykkar stuðning og allt ykkar áhorf og hlustun. Segjum þetta gott í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.